Ok, vindum okkur beint í þetta. Eftir algjörlega frábæran árangur, óteljandi sigrar, söguleg mörk og geggjaðan liðsanda þar sem hópurinn var krýndur meistari í 5. flokki, já, þá komið að stóru stundinni. Fram að þessu hefur verið spilað á minnivöllum, en í dag breytist allt. Við erum að taka stökkið upp í 4. flokk og það þýðir að liðið stígur formlega inn á stóra sviðið í íslenskum fótbolta. Þetta nýr kapli og spennan ætti bókstaflega að vera í hámarki. Sko, með spyrja sig kannski af hverju farið þeir úr 8 manna í 11 manna bolta nákvæmlega núna. Málið að KSÍ og UEFA hanna þetta kerfi að veiti sára einfaldri ástæðu. Leikmenn eru loksins tilbúnir. Líkamlegi styrkurinn, tæknin og, andligi þroskin. Þetta allt orðið svo gott að barnaútgáfan duga bara engan veginn lengur. Við erum að kveðja þægindaramman og bjóða alvöru leikinn velkomin. Öll taktík og allur undirbúningur hérðan í frá snýstum að tekla þennan nýja, stóra raunveruleika. Kíkjum þá á fyrsta hlutan í þessari yfirferð, 3 stóru uppfærslurnar í 4. flokki. Við erum að tala um 3 gríðarlega stórar breytingar sem skipta öllu máli hérna. Númer 1, við erum komin á fullan 11 manna völl. Númer 2, það mætt risastóru mörk. Og númer 3, nýja reglan sem allir verða að mastera, sjálf rangstaðan. Hver og ein af þessum breytingum umbreytir leiknum gjörsamlega og krefst nýrar hugsunar. Við skulum aðeins pæla í stærðarmununum því hann alveg sláandi. Áður vorum við í barnaútgáfunni ekki satt, gamli góði hálfvöllurinn þar sem allt var frekar þétt og nólagt. En núna erum við í alvöru leiknum. Við kveðjum hálfvöllina til frambúðar og mætum á gríðarstóran fullorðinsvöll með heilum 11 leikmunum inni á í einu í sama liði. Plásið sem þarf að hlaupa og þekkja það hreinlega gífurlegt. Og þessi stekkaði völlur, hann gjörbreytir á þetta allir taktík. Hugsum okkur til dæmis dæmi hérða 4-3-3 uppstillingu. Þegar þú ert með fleiri leikmenn á miklu stærra svæði, því það einfaldlega að hópurinn verður að vinna betur saman sem ein stór heild. Það skapast gríðarlegt plás á köndunum og inn á miðjunni og það krefst mun gáfulegri spilamennsku. Og til að koma boltanum hratt á milli þessara svæða, sendingahraðin verður að aukast verulega. Það nefnilega ekki lengur hægt að taka boltan og sóla sig einn í gegnum allan völlin, það virkar bara ekki þannig. Önnur stóra uppfærslan snýr að mörkunum sjálfum og takið eftir þessu, því þetta geggjað. Þetta upp á hár sömu mörk og notuðu í bestu deildinni og nákvæmlega sömu mörk og íslenska landsliðið spila með. Litlu mörkin úr 5. flokki formlega mætt á haugana. Rammin miklu stærri, sláin hærri og eiginlega allt umhverfið í kringum markið öskrar núna á atvinnumennsku. En hvað þýðir þetta fyrir leikmennina inni á vellinum? Hugafari breytist algerlega eftir stöðum. Fyrir sóknarmennina þessi stækkun á markunum auðvitað algjöru draumur. Skotmarkið var bara allt í einu miklu stærra. En hinum megin á vellinum, þar snýst þetta hörku og yfirvegun. Fyrir markmennina og vörnina þetta fullkomið tækifæri til að sýna alvöru styrk. Verkefnið núna að loka þessum stóru svæðum í teimnum grimmilega vel og standa einfaldlega saman eins og klettar gegn árásum. Kíkjum þá á næsta stóra mál, nýja vopnið okkar. Við ætlum nefnilega að mastera rangstöðuna. Ég veit að mörgum kvíðir kannski aðeins fyrir þessari frægu rangstöðureglu og sumir sjá hana jafnvel sem einhvers konar refsingu. En breytum aðeins sjónarhorn. Við eigum að líta á hana sem kröftugt taktískt vopn til að brjóta andstæðinguna á bakaftur. Best að hugsa rangstöðu hreinlega sem taktíska gildru. Varnarlínan setur upp ósýnilega línu og akkurat þegar andstæðingurinn reynur að stinga sér í gell þá stígur vörnin snöggt upp og bam, læsir þá inni. Þarna gilda fullar atvinnumannareglur og núna snýst málið að nýta þær okkur í hag. Samspilið á milli varnar og sóknar snýst í rauninni við þegar kemur að þessari reglu. Fyrir sóknarmenn þar þýðir þetta að tímasettingin verður að vera hárnákvæm. Það þarf að rífa sig af stað á nákvæmlega því sekundubróti sem sendingin kemur. Ef stigið of snemma inn, þá flautar á dómarinn. En fyrir varnarmennina þetta rein og klár samvinna. Varnarlínan verður að lesa leikinn saman, tala stanslaust saman og síðan stíga upp sem ein samstillt vel til að gildran smelli. Færum okkur þá yfir í 3. hlutan, lykillinn að árangri og sjálfa gullnu regluna. Gullna reglan í ATSI 11 manna knattspyrnu nefnilega sára einföld, en hún breytir öllu. Boltinn ferðast alltaf hraðar en fljótasti leikmaðurinn. Leifum þessu aðeins að síst inn. Boltinn alltaf hraðari. Ef við munum þessa heimspeki verður allur leikurinn svo ótrúlega miklu auðveldari. Á þessum nýja stóra velli kostar það gríðarlega orku að hlaupa einn með boltan langar leiðir. Ein hnetmiðuð sending hins vegar getur leyst nákvæmlega sama vandamál á augnabliki. Og af hverju? Jú, af því að boltinn hlaupur alltaf hraðar en nokkur maður á takaskóm gæti nokkun tíma gert. Svo,
Hvernig vinna lið á þessum stóra velli? Þau byggja spilamennskuna á fremur algjörum líkilþáttum. 1. Þau tala saman. Samskiptir eru einfaldlega allt þegar vegalengdina stækka svona gríðarlega. 2. Þau treysta hvert öðu. Þau vita að liðsfélagina er mættur í réttu stöðuna til að taka við sendingu jafnvel án þess að þurfa að horfa beint á hann. Og 3. Þau láta boltan vinna vinnuna. Af því að vitiði hvað, boltinn þreytist bókstaflega aldrei. En við verðum að ræða eitt af fullir hreinskilni. Stökkið upp í 4. flokk. Það mun verða stórt í fyrstu. Þreyta mun klárlega segja til sína stóra vellinum og já, mistöku eftir að gerast. Tímasetningar munu klikka og menni eftir að lenda í rangstöðu, en vitiði hvað? Það er nákvæmlega það sem þarf að gerast. Mistöku á fyrstu stígi eru sko engin heimsendir. Þau eru bókstaflega leiðin til þess að heilin og vöðvarnir læra að fóta sig í þessum nýja raunveruleika. Og þegar hlutinu verða erfiðir og það munu koma þannig dagar, þá er rosalega gott að hafa sögulega samhengið í huga. Hver einasti atvinnumaður og hver einasta stjarna sem spila fyrir íslenska landsliðið í dag stóð nákvæmlega í þessum söru sporum á sínum tíma. Þau fóru líka upp í 4. flokk, lendu í nákvæmlega sömu rangstöðugildrunum og fundu fyrir alveg sömu þreytunni á þessum stóra velli. Vegferðin þeirra var upp að há sama vegferð og stígiðir inn í akkurat núna. Þá erum við komin að loka hlutunum okkar, sama sem eitt líð. Kjarnin í þessu öllu er nefnilega þessi. Grunnurinn er klár. Liðið er algjörlega tilbúið. Hópurinn hefur tæknina. Færnin var rækilega meitluð í 5. flokki. Hópurinn hefur hjartað. Þorið til að mæta til leiks af fullum krafti, jafnvel þó völlurinn sé allt í einu orðin svona stór. Og svo, það allra mikilvægasta. Liðið hefur hvert annað. Það vinnur engin fótboltaleik edsins liðs á 11 manna velli. Sammelnin, liðsandinn, það er endanlega ofurvopnið okkar. Svo tíminn til að undirbúa sig er í rauninni liðin og alvöru leikurinn er að hefjast. Eru leikmenn tilbúnir að mæta út á völl og sína raunverulega hvað í þeim býr? Ég er algjörlega sannfærður það. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð, nú tekur liðið stóra stökkið. Áfram og beint í baráttuna.